Jæja, komið sæl og velkomin í Öryrkjaráðið. Ég heiti María Pétursdóttir og hjá mér í dag er mjög kær gestur og vinkona mín Helga Óskarsdóttir og við ætlum að ræða aðeins, ég ætla að fá að spyrja hana út í svona hennar líf með, hún byrja bara strax sem barn, langveikt barn að þurfa að glíma við það að vera veik og detta út inn á milli og geta ekki verið með. Við kannski fáum að heyra aðeins bara hennar sögu og svo ætlum við aðeins að ræða bara fordómana í samfélaginu og kerfinu. Þannig að velkomin Helga. Takk fyrir. Segðu mér, þú bara þú fæðist með einhvern beinasjúkdóm eða eitthvað svoleiðis? Já, ég fæðist með sjúkdóm sem heitir osteogenesis imperfecta. Já. Og er sem sagt á mörgum stigum, hann er kallað brittle bone disease svona í almennu tali og hann sem sagt virkar þannig að bein líkamans eru stökk og brotna auðveldlega og hann er eins og ég segi, hann hefur margar birtingarmyndir. Það er ein frábær kona sem við þekkjum öll, Freyja Haraldsdóttir. Freyja Haralds, hún er með þennan sjúkdóm en hún er með aðra útgáfu heldur en ég en hann kom þannig út hjá mér að þegar ég var barn og frá 4 ára aldri að þá var ég að lærbrotna. Já. Þú veist, ég til dæmis aldrei handleggsbrotnað. Nei. Þú lagst misjafnlega á mismunandi líkamsparta hjá þér. Já. Og ég tel mig hafa verið mjög heppna hvað það varðar. Ég fæ þetta frá föður mínum og hann var til dæmis veikari heldur en ég og þetta var miklu meira inngrip í hans líf. Okay. Ég er það heppin að í rauninni hef ég getað lifað svona bara eiginlega venjulegu lífi þannig séð að ég get gengið allra minna ferða og ger mikið af því og get svona lifað, ég er ekki að díla við fötlun. Ég hef alltaf átt þetta með svolítið erfitt með það að fara að skilgreina mig sem fatlaða, en ég er með fötlunar einkenni og sem er bæði útlitsleg og ég er með sem samfallin hrygg, sem er kannski það sem þú veitir helst athygli þegar þú sér mig hvað ég er lágvaxin, en það er sem sagt mikið samfall. Sem kemur út af þessum sjúkdómi að brjóskið er viðkvæmara og það bara, orsakar þetta og svo hef ég átt mjög erfið tímabil í lífinu þar sem ég hef verið bara verkjasjúklingur, fór í stóra aðgerð 94 þar sem ég var spengd og þá var ástandið á hryggnum á mér orðið mjög krítískt og svo hef ég bara tekið tímabil í mínu fullorðinslífi þar sem ég hef verið einmitt bara mjög hvað sem hreyfihömluð, þú veist, á þessum líkams, sem sagt á mjöðmum og niður sko. En eins og ég löng tímabil þar sem ég bara, þú veist, kenni mér einskis með eins og bara einhvern veginn gleymi því að ég hafi nokkuð tímann átt við eitthvað svona að stríða. Einmitt. Ég held að það sé svona eitt af því góða hjá flestum sem eru með að klíma með einhverju fötlun að hún gengur yfirleitt í bylgjum. Ekki samt alltaf, sem eru náttúrulega bara alltaf stöðugt með einhverju fötlun. En svo er líka, svo er annar þáttur í þessu að maður venst líka hlutum alveg ótrúlega og bara maður gleymir því. Og lærir að lifa með þeim. Lærir að lifa með þeim. Já. En þegar þú ert lítið barn bara, varstu mikið svona varstu mikið úr skóla og eitthvað svona út af þessum sjúkdómi? Já, svona cirka annað hvert skólaár var mér kippt út og sem sagt lærbrýt mig og bara, þú veist, ég var mjög aktíft barn. Ég var mjög hress og ég lét ekkert stoppa mig og ég sem sagt, lærbrotnaði cirka annað hvert ár og það er margt svona sem ég bara horft á í ljósi sögunar, sko, bara hvað margt er breytt.
til dæmis fattaði ég það ekkert langt síðan, ekkert mörg ár síðan að ég bara fattaði það að ég að þrátt fyrir að hafa sem sagt verið í burtu í 2 mánuði í einu á skólaári að ég fekk aldrei einn aukatíma. Já, spáði því. Það hefur ekkert verið gert ekstra Ekki til neitt. þess að bæta þetta upp. Nei. Nei. Ég bara fór og svo kom ég og ég átti bara að vera komin á sama stað og allir hinnir. Og það var einhver svona smá kennsla á barnadeildinni en það var einhvern veginn ekkert sem heiti gat og það var náttúrulega ekki mjög fjölbreytt. Þú veist, það var kannski eitthvað verið að reyna að fara yfir einhverja stærðfræði og auðvitað las ég var algjör lestrarhestur, las. Það var það sem að maður gerði í gamla daga. Í gamla daga, já. Það var ekki talva. Það var ekki talva eða iPad, sko. Þannig og ég var alveg, þú veist, náttúrulega örugglega bara þokkalega klár krakki, þannig að einhvern veginn bara, maður bara tók þessu sem sjálfsögðu hlut og svo bara einhvern veginn, þú veist, gerði maður sitt. Svo hefur skólinn bara gert ráð fyrir, já, hún bara það klár, hún getur alveg hoppað inn bara eða eitthvað. Eða ekki til eitthvað, eða bara ekki komin einhver svona sérkennsla eða eitthvað. Nei, þú veist, þetta bara einhvern veginn skipti ekki máli. Það var enginn að pæla í þessu, þú veist, ekki foreldrar mínir og ekki kennararnir mínir eða skólastjórnendur eða neitt. Spes, já. Veistu, manstu eftir því að einhver hafi verið í sérkennslu á þessum tíma? Það var sérkennsla? Það var einhver svokallaður tossabekkur. Já, einmitt. Og einhvern veginn, þú veist, það voru því miður, það voru það krakkar sem voru kannski, þú veist, reyndar var það þannig í mínu skóla, yfir Austurbæjarskóla, bekkinir héldu sig svolítið út af fyrir sig. Þú veist, það var einhvern veginn, sko, maður var aðalega að umgangast bara krakka í sínum bekk. Og kannski, jú, náttúrulega átti maður kannski ykkur að vinna eitthvað tilfallandi, en það var, en þú veist, ég man aldrei eftir að við höfum verið að umgangast, þú veist, krakka, þú veist, í þessum svokallaða tossabekk og mér finnst þetta tossabekar konsept náttúrulega bara hryllilegt, sko. Hryllilega niðurlegandi, mjög bara lesblind börn og eitthvað svona. Já. Stundum börn sem að glíma við einhverja tegunda fötlun. Já. Þannig að þetta alveg svakalegt. Þetta eitthvað sem að mér finnst ekki hafa verið svona gert upp, svona nú búið að vera að gera upp alls konar hluti fortíðinni. Þetta finnst mér ekki vera eitthvað sem að hefur verið svona tekið fyrir svolítið og rætt og gert upp. Nei, einmitt. Þessi svona stigmatisering sem að oft fylgir því einhvers konar fötlun. Hvort sem hún andlega eða líkamleg. Já, einmitt. En við ætlum einmitt líka að ræða það. Hvernig, að því svo þetta líka, einmitt, þú kemur út í lífið, þú ert í rauninni, hvernig það? Þú ert öryrki en þú ert alveg rosalega virk, þú ert í rauninni, þú eru aldrei skilgreint sem öryrki einhvern veginn frá því ég kynntist þér. Þú ert alltaf bara í rauninni í svona full force að gera hluti og vinna við þitt. Þú ert myndlistakona, myndlistamaður og rekur svona menningatengda hluti eins og Artsýn, myndlistatímaritið og fleira. Nú ertu með annað projekt í gangi, ekki satt? Jú, sem heitir Multis. Já. Og sem vefur á aðalega heima á netinu, multis.is, sem maður auðvitað nú, þannig að fyrir aftan með þetta logo þarna. Já, þetta Multis logoið? Þetta Multis logoið. Já, ég hef alltaf verið aktív, en ég sem sagt fékk þessa greiningu, eða ég veit ekki úrskurð, bara fyrir mörgum árum síðan, bara, þú veist, ég var bara mjög ung þegar ég fékk þennan úrskurð að, ég ætti að fá örorku og ég verð að segja það að, þú veist, ég hef ekki alltaf verið sátt við það, þú veist, að því að ég líka, þú veist, með mína fordóma. Já. Og eða var, þú veist, kannski frekar og einhvern tíma þá raukinir á Tryggingastofnun og ætlaði að fá að skila þessari örorku, ég ætlaði ekki að vera á henni, af því að ég ætlaði bara að fara að vera venjuleg, en það þannig með sko okkur sem að eigum við heilsubrest að stríða í sama hvaða formi hann að hann eins og þú myndist á áðan að þetta er ekki línulaga, þetta er ekki svona línear ástand. Þú veist, það með tímabil þar sem ég hef bara, þú veist, hvað við getum setið nýr staðið, skilurðu, þú veist, og bara geta ekki sitt,
hvorki samskiptum út fyrir minn nánasta radíus eða bara, þú veist, setja við tölvu. Þú veist, mikið af því sem ég geri fer fram í tölvu og sem náttúrulega mjög heppilegt en þú veist, það eru alls konar tímabil og en það sem að ég hef bara svona viðhorfið sem sagt, já, hún eindregið hvatti mig til þess að gera það ekki, konan, tryggingarstofnuninni. Og þú veist, og ég hef bara einhvern veginn þá verið sátt við það að ef að mín laun fara yfir, þú veist, ok, þá þarf ég að greiða eitthvað tilbaka eða sem það verið, en þú veist, þessi er eitthvað deilt á mánuðina, þú veist, á áruna eftir, þannig að þetta er ekki einhver summa sem að maður þarf að draga upp úr rassvasanum. En ég hef svolítið trítað þetta eins og borgaralaun. Og ég held að, sko, þú veist, það að halda fólk sem er á örorku sé bara svona yfir línuna einhverju ónýtjungar, þú veist, það geti ekki verið fjarri sannleikanum. Einmitt. Þú veist, þetta er svo mikið af öflugu fólki sem að bara er að gera alls konar og gott í mörgu og bara bráðgreint og langar náttúrulega bara mest af öllu til að þurfi ekkert að vera á þessari framfærslu, en bara, þú veist, það bara samkvæmt læknisráði, þú veist, og þá er það lendingin og en sko. Já, bæði samkvæmt læknisráði og svo einmitt bara eins og þú sagðir áðan, þegar maður bara getur ekki, það kemur eitthvað tímabil þar sem þú bara getur ekki sinnt þessu. Þú getur ekki setið í stól fyrir fram á tölvuna, skilur við. Þú bara dettur út í jafnvel einhverja mánuði. Já. Einhver svona tímabil, akkurat, en sko, þú veist. Það getur verið 1 dagur og svo getur það verið, sko, mánuður. Já, en ég vinn sem sagt sem svona frílans vefhönnur og svo er ég í þessu brasi mínu í kringum listakíðina og og þar einhvern veginn, þú veist, ég get leyft mér kannski meira heldur en aðrir sem eru kannski bundnari af sko tímatöflu annara, einhverju external tímatöflu sem er eitthvað 9-5 eða þú veist, eitthvað tímatöfla sem að eitthvað fyrirtæki eða stofnun sem sagt ákveður að sé sá tími sem að þú átt að sinna þinni vinnu. Að ég get sem sagt svona leyft mér einhvern veginn að valsa meira þú veist, og vera með svona einhverja alternatífa stundaskrá, þú veist, þar sem að ég get verið að gera svona hluti. Já. Af því að þú veist, stundum hef ég bara alveg óbillandi orku og finnst bara ógeðslega gaman að gera það sem og bara eiginlega allt sem ég geri svona fyrir listina, þú veist að það er bara eitthvað svona sem að ég brenn fyrir. Já, einmitt. Og ég lít á þessi forréttindi að geta þá nýtt það. Svo ég á til dæmis vinkonu sem að er sem sagt með tímabundna örorku. Og hún er náttúrulega eins og allir aðrir sem eru að glíma við heilsubrest, að hún er stundum bara frábær og getur gert alls konar og svo í stundum getur hún það bara alls ekki. Og þannig að hún á móti því að fá þá þessar bætur og þá er hún að vinna sjálfboðavinnu. Þú veist, og því að þá getur hún með góðri samvisku sagt, nei, ég er ekki uppleið í dag, heilsu minna vegna get ég ekki mætt. En þannig að það er þá alltaf bara bónus þegar hún getur mætt. En þetta er bara rosa mikið staða fólks með heilsubrest. Akkurat, einmitt. Já, svo einmitt, við vorum nú einmitt að ræða það á dögunum að þetta er svo, það er svo margt í þessu sem að fólk kannski gerir sér ekki grein fyrir. Og ég einmitt hef verið að velta þessu mikið fyrir mér varðandi, sko, það sem áður hét sko heimavinnandi húsmóðir, sem að svo alltaf eða sem var mjög svona algengt að segja, já, nei, ég er nú bara heimavinnandi í svona einhverju, hvað var maður að segja, lítillæti, að við erum með hóp af fólki líka á örorku sem eru í þessari stöðu, sem eru sko í rauninni heimavinnandi, en eru þar að leiðandi að sinna rosalega mikilvægum störfum. Ég þekki konu sem er öryrki, en hún er að sinna, sko, einhvern veginn, hún er að sækja barnabörnin og passa barnabörnin rosalega mikið til þess að börnin geti verið unni meira og verið meira út á vinnumarkaðnum. Þannig að hún er líka svona, þú veist, þetta er líka einhvern veginn svona eitthvað lím í
sko tilverinu eins og heimavinnandi húsmæður voru áður. Að ofsalega mikið af öryrkjum sem að sinna alls konar hlutum sem að engin annar hefur tíma í. Akkúrat, svona einhver ósýnileg ólaunu störf. Já, einmitt. Eða sem eru sko kannski, þú veist, í staðan fyrir að kalla það störf, má kalla það hlutverk. Já, einmitt. Þetta eru hlutverk sem að fólk fer í og þú veist, er svo sannarlega að gefa gott út í sitt samfélagi eða nærumhverfi. Já, einmitt. En þetta samt sko, já, svo er þetta einhvern veginn svo stundum finnum maður líka að maður beðinn að gera eitthvað af því að fólk heldur að maður hafi ekkert að gera. Af því að maður sé nú öryrki og maður hafi svo mikinn tíma. Og svo er gott að hafa eitthvað að gera. Já, það er nefnilega málið. Svo fær maður alveg rosalega oft að heyra það að maður talar að maður sé busy eða eitthvað. Þá fær maður opaslega oft að heyra það að er bara já, en nú ekki gott að hafa eitthvað að gera. Og mér finnst þetta alltaf svo dásamlega klikku spurning sko, að því að þetta er eins og þegar fólk hættir að vinna, bara er komið á aldur, þá talar það oft að það hefði aldrei haft jafn mikið að gera. Nákvæmlega. Ef það er ekki bundið vinnunni, þá bara hrynja inn sko, alls konar hluti sem að hafa að setja á hakanum eða alls konar hluti sem þarf að gera líka en hefur einhvern veginn mætt afgangi. Þannig að fólk hefur rosa mikið að gera. Og þetta er einmitt þessi þrátt fyrir að fólk sé ekki á vinnumarkaði. Sko ef fólk er utan vinnumarkaðar vegna heilsubrests, að þá er ekki þannig sagt að það sitji heima og geri ekki neitt. Auðvitað eru alveg dæmi það að fólk sitji mikið heima eða einangrist frá öðru fólki á einhvern hátt. Það fær ekki sínar árshátíðir og einhver starfsmanna, einhver svona vinnuferðir eða eitthvað skilur. Það verður af ákveðin svona félagslegri menningu sem á sér stað á vinnumarkaði. Já. En á móti kemur að það er ekki sko, að gera ekki neitt, þrátt fyrir að það einangrist frá einhverjum svoleiðis hlutum. Einmitt. Það er sjaldnast að gera ekki neitt. Já. Það er mjög sjaldgæft held ég. Það er náttúrulega oft mikill vandi sem að fylgir því og getur fylgt í einmannaleiki og margir eru náttúrulega einstæðingar og hafa bara, þú veist, jafnvel vegna geðrænna vandamála, þú veist, ekki geta að þróa sín félagslegu net. Tengsl, já, einmitt. Og tengsl. En til dæmis Fyrirgefðu, nei, ég ætla ekki að gera bara frá mig fyrir þér. Nei, ég segi eins og til dæmis við veljum þessa leið að fara í myndlistina sem að ég held að hafi verið mikið blessun vegna þess að það er það opið form að það er sko það er að vinna með það á svo marga vegu og það er líka félagslegt. Já, og einmitt ekki svona 9-5 eitthvað eins og þú talaður áðan sko. Þú veist, og það geta verið alls konar svona prójekt í gangi sem að hægt er að eiga aðkoma að einhvern veginn hér og þar. Akkúrat, og búa til sín eigin prójekt, það er svolítið líka lykillinn sko, eða allavega þú veist það sem að ég fæ mest út úr sko, það er bara einmitt að búa til mitt eigið. Já, einmitt. En segðu mér annað, eitt sem að við ætlum kannski ræða svona að lokum, að það er þetta með fordómana gagnvart fötlun, sko sýnilegri fötlun. Já, ég einmitt, sko þetta er eitthvað sem er alveg óbúslega erfitt örugglega fyrir samfélagið bara fyrir alla einstaklinga að einhvern veginn viðurkenna fyrir sér. Þetta er svona svolítið eins og sko einhvern tímann ég tók nám í kennslurendanám og var einhvern tímann í einhverju svona hálfgerðu svona rifrildi eða sem sagt ég fór eitthvað að tala mismunandi stöðu kvenna og karla gagnvart ýmsum hlutum, gagnvart bara tækifærum, þú veist, og þetta er nú alveg svolítið mörg ár síðan, þetta eru 10 ár síðan allavega, og ég var að tala við 25 ára mann sem að bara, þú veist, hélti fram að þetta væri rugl sem ég var að segja, þú veist, þetta er eins og fyrir Íslendinga að halda þið fram að sé ekki rasismi. Já, fyrir hvíta Íslendinga bara halda því statt og stöðugt fram að það er engin rasismi á Íslandi, en ef þú ert lituð manneskja, að þá veistu að það er ekki rétt. Og þetta er svolítið svona, þú veist, þetta er svona ósýnilegt, þú veist,
ég meina, það ekki verið að kalla á eftir þér út á götu eða skilur, það ekki, þú veist, það ekki verið að segja N-orðið endilega við fólk sem dökkt, en það finnur það á öðrum hlutum, þú veist, það finnur það á einhvers konar viðmóti, einhvers konar glerþaki sem að þau mæta og þú veist, þurfa að hafa meira fyrir sínum tækifærum heldur en, þú veist, þeirra jafningjar sem eru, þú veist, ekki litaðir. Og þetta svolítið þannig, þú veist, þetta sko, það sem að ég upplifði í rauninni og jafnvel frá sko mjög nánum, þú veist, fjölskyldumeðlimum, bara fólk úr mínu svona, þú veist, úr mínu svona nánasta radíus var að það var svona, og alls ekki öllum, þetta eru einstök dæmi sem ég að hugsa það sem að sko, það einhvern veginn, sko, fötlunareinkennin eru einhvern veginn verða eins og hluti af mínum persónuleika. Þú veist að það einhvern veginn, ég einhvern veginn öðruvísi manneskja, þú veist, og allt sem ég geri, það sett einhver formerki á það. Já, hún nú bara þessu til að sanna sig. Eða já, hún núna hún að sýnast til þess að, þú veist, fá, þú veist, athygli, eða skilur þú veist, einhvern veginn svona eitthvað annarlegt, eins og það get ekki bara verið að ég sé að gera hlutina þú veist, af því að ég hef gaman að því, til dæmis, bara svona sem dæmi þetta að þegar ég var barn, að þá var ég náttúrulega með þennan sjúkdóm og fékk ekki að fara í neinar íþróttir. Þú veist, mér var bannað að fara í íþróttir. En ég var hins vegar með mjög mikla hreyfiþörf og mjög öflugur krakki. Þannig að ég fekk mína útrás í því bara að vera að klifra upp á okkur hústökum og trjám og þú veist og helst einhvern veginn labbaði ég ekki sko göturnar heldur bara einhvern veginn fór í gegnum bakgarða og yfir grindverk og algjör klifruköttur og þú veist þetta var þegar ég var náttúrulega þá veist ekki alveg kannski ekki nýkomin á spítalanum en þegar ég var góð af því ég var alltaf góð á milli þú veist en þú veist þá það túlkað hún að sýna sig þú veist, eitthvað svona, ef ég hefði bara verið strákur, til dæmis, bara á þessum aldri, þá hefði það bara verið, já, strákar eru strákar, eða þú veist, hún var aldeilis öflug stelpa, hún Helga, hún alltaf að klifra og þú veist, en af því að þú veist, það svona einhvern veginn eins og þetta sé, eins og þessi fötlunareinkenni séu svona hluti af mínu persónuleika. Já, Það ég get ekki bara verið í grunninn einhvern veginn manneskja og sé að akta út frá því. Já, akkurat. Og þú veist, það mörg svona dæmi, ég tek bara þetta dæmi því þetta einhvern veginn svona, þetta svona svolítið bara skýr mynd. Þetta mjög skýr mynd nefnilega. Svo eru svona kannski litli hlutir líka sem að það svo sem, maður finnur það svo sem líka, það kannski ekki bara útlitslegt, fylgir ekki bara því að við hafa útlitslega fötlun heldur, en það svona, þú veist, að fá að heyra það hvað maður sé duglegur og einmitt, já, og þú talaðir einhvern veginn þetta með að, já, þarftu ekki að hvíla þig eða þarftu ekki Já, einmitt, svona, þú veist. Þetta, sko, náttúrulega fólk vill alveg vel, sko, það ekki það vill alveg vel, en þetta samt svona, þú veist. Já, einmitt, ákveðin, sérlega ástrík manneskja sem að, í mínu umhverju, farin yfir móðuna, blessunni, en það var rosa mikið þetta. Maður kom bara þú veist, Þínu bara venjulega eitthvað. Já, og bara, ekki þreytt, Helga mín. Já. Nú svolítið verður að reyna einhvern veginn að setja mann einhvern veginn í, þú veist, veika hlutverki. Já, svona minna þig á að þú ert nú ekki alveg. Gengur nú ekki alveg heilt í skóa. Nei. Góða mín. Góða mín. Þú er nóg fíl, þig. Já, einmitt. Og svo einhvern veginn á móti að þú veist að þegar maður er að gera eitthvað þá er maður svo duglegur eða þú veist þú ert nú svo dugleg en þú veist það bara allt fallegt þú veist það maður ekki að vera að gagnrýna það þetta eitthvað sem við skiljum samt þú veist þegar við erum að tala þetta því að við sjáum að það er kannski svona aðeins önnur viðbrögð heldur en bara manneskjan við hliðina. Það er nefnilega málið, já, herðu, þetta er svona tíminn hlaupinn frá okkur, þetta er bara alveg
Og við erum bara rétt að byrja. Við erum bara rétt að hita okkur upp, sko. Ég held við þurfum að gera bara annan þátt seinna. Ætli það ekki bara? Ég held ég verð að fá að tala við aftur. Fáði bara að því líka, þú hefur oft svo frábærum vinklum að segja og kemur með svo frábæra punkta. Og ég nú notið góðs að því oft að tala um þessi máli þig. Þannig að ég vil endilega fá þig aftur upp til hann. Endilega. Í öryrkjaráðið. Þú hóar bara. Ég geri það. Heyrðu, og mér fannst svo frábært það er líka frábært að vera mynd á það einmitt af sko annarri mannesku í svipari stöðu að maður er sko eins og þegar þú sagðir á dögunum einmitt bara, já við erum svona eins og við séum á borgaralaunum. Þú veist, við erum alltaf að vinna eitthvað sem sagt, við erum alltaf í rauninni að reyna að gera eitthvað gagn. Og bara, þú veist, við gerum það sem við brennum fyrir. Já. Við höfum þetta tækifæri, þú veist, ég er mjög meðfylgjandi borgaralaunum. Ég held að það myndi mjög mikið jafna einhvern veginn stöðuna, en það er annað samtal. Ég fæði í það samtal, sko, af því ég hef búin að taka einn þátt borgaralaun og kannski gerum við annan slíkan einhvern tíðan fljótlega. Og ég fæði í eitthvað svoleiðis samtala því ég veit að þú hefur einmitt brennur fyrir því líka. Yndislegt. Já, heyrðu, kæra þakkir fyrir komuna, Helga. Gaman að koma. Og þakka ykkur kæru áhorfið og ég minni á Facebook síðan okkar, Öryrkjaráðið. Sjáumst næst og ég minni á að í kvöld mun að öllum líkindum Gunnar Smári Egilsson vera með Rauða borðið. Fylgist með því á samstöðunni. Takk. Bless.